Góði gestir, nú komið sem allir hafa beðið eftir. Jófríður, annað Þorrablóts 2024. Ég ætla að kynna á svið og beðið að taka vel á móti Annáls lesara sem nýr, skiptið. Það Sölvína Barbie, gjörðu vel. Ágætu Svartdælingar og aðrir gestir með eða án umboðs. Gleðilega hátíð. Já, nú það bleikt. Hér í upphafi langar Þorrablótsnefnd að koma á framfæri þakklæti til fyrri Þorrablótsnefndar fyrir afar ítarlega fundargerð og leiðbeiningar sem fylgdu Þorrablótsgögnum. Það gerði það að verkum að núverandi Þorrablótsnefnd þurfti lítið sem ekkert að hugsa sem eru kannski ekki fréttir. Meðal þess sem gamla Þorrablótsnefndin gaf áfram til hinnar nýju var ein brennivín sem Sóla og Friðrik höfðu ekki lista á og 14 tómar bjórdósir en síðar kom reyndar í ljós að þær tilheyrðu persónulegum dósasjóði Eiríks hennar Guðrúnar og Þverá. Framkvæmdagleði Svartdælinga var í brennidepli á síðasta Þorrablóti og hefur í raun og sannleika haldið áfram síðan þá. Á liðnu ári leið varla sá dagur á Þverá að Bryndís væri ekki að vinna að eldhúsframkvæmdum. Samstarfsfólk Þverárhjóna í Þorrablótsnefnd var hætt að lítast á blikuna þar sem fyrirséð var að enn eitt Þorrablótið yrði að fjalla eldhúsframkvæmdir á Þverá sem allir orðnir dauðlegir á að heyra um. Nefndin tók því til sinna ráða eins og kemur fram í söng Jónasínu Soffíu frænku í Klaufabrekknakoti. Nú bara komið nóg að þessum rættusumræðum. Já, fussum segja, frumar þetta góð. Það ekki séns að þetta klárist fyrir blóð. Flestir hlutir ásamsettir skólar ekki borð. Já, eldhúsið allt í hús. Já, var ekki orð. Ríkiskenni börnunum en dagur bæti hjól. Ekki veit ég hvað þau ætla þetta þessi jól. Annan eftir annan bíð og enga sér ég enn. Ef ekki þá að vinnast það að virkja fornamenn. Já, fussum segja, frumar þetta góð. Það ekki séns að þetta klárist fyrir blóð. Flestir hlutir ásamsettir skólar ekki borð. Já, eldhúsið allt í hús. Já, var ekki orð. Ríkiskenni börnunum en dagur bæti hjól. Ekki veit ég hvað þau ætla þetta þessi jól. Annan eftir annan bíð og enga sér ég enn. Ef ekki þá að vinnast það að virkja fornamenn. Þetta er svolítið ekki fyrir að ná næsta móti.
Domma í Klaufabrekknakoti tók því afar illa að hafa ekki komist í síðasta Þorláksamál, því vissulega hefði hún átt fullt erindi þangað eftir alls konar afglöp og skandalag. Þegar hún kom heim af blótinu, reif hún upp sleggju í ölæði og hófst handa við að brjóta niður flesta milliveggi hússins, en hlífði útveggjunum að mestu. Hefur stofan í Klaufabrekknakoti verið óþekkjanleg síðan. Eftir blótið í kvöld hefur Domma í hyggju að halda áfram framkvæmdum til að tryggja sig í næsta annál og meðal annars á stefnuskránni að búa til eldhúsbekk úr gamla hjónarúminu. Á Klængsóli hefur ekki staðið steinn við steini frá síðasta þorrablóti, enda eru Anna Dóra og fjölskylda annað hvort á fjöllum eða að koma af fjöllum. Yfirlýst markmið framkvæmda við gamla íbúðarhúsið var að tvennu illu skyldi alltaf velja dýrari kostinn í stöðunni. Framkvæmdirnar hafa farið algjörlega úr böndunum og eftir því sem næst verður komist nú búið að stækka húsið á alla kanta, bæði að innan og utan, upp úr og niður. Atli hennar Guðrúnar í Koti, frægur ofstoppamaður, var ráðinn yfirsmiður. Fór hann mikinn í alls kyns uppbroti, niðurbroti og annarri brotastarfsemi. Ásamt smiðnum Friðjóni hennar Bjarghildar í Syðra-Garðshorni. Því var ekki von að vel færi. Bjarghildur og Friðjón keyptu Syðra-Garðshorn með öllum tækjakosti og bústofni sem taldi 2 kindur. Til að tefla ekki á 2 hættur heyjuðu þau tæplega 100 rúllur, þannig að hvorum kindana myndi svelta í vegg. Á Brautarhóli standa yfir framkvæmdir við nýtt íbúðarhús. Ólíkt óráðsíunni á Klængsóli Baddi hennar Jennifer með strangt kostnaðaraðhald og öllum áætlunum fylgt hvívetna. Í sparnaðarskyni samdi Baddi við Árna Sigga hennar Hönnu á Hofi að vera eftirlits- og úttekt fyrir bygginguna, enda væri hann hvort eð alltaf í eldhúsglugganum. Þar gefur hann öllu gætur sem aðhafst á Brautarhóli og víðar. Á milli þess sem hann rækir Bloomberg fréttaveituna í samstarfi við Hjálmar hennar Binnu í Dæli og Kalla hennar Beggu í Brynnesbraut. Það virðist sem á hverju ári eigi fulltrúi Hofs sæti í Þorrablótsnefnd. Á Hofi býr afar uppstökkt og hörundsátt fólk, en það reyndar almenn vitneskja hér slóðir. Þar af leiðandi eru flestu misjöfnu tengd Hofsbúinu haldið skipulega leyndu og skandalar þaggaði niður jafnharðan og þeir eiga sér stað. Ekki einu sinni Hjálmar hennar Binnu í Dæli vissi að Hofsmenn hefðu keyrt fé sínu fram á Þverárbrekku í vonum kynbætur með Dælisfé. Eftir á að hyggja voru það mistök Þorrablótsnefndar að koma ekki fyrir myndavél og upptökubúnaði í kaffistofu Fjóssins á Ytrahvarfi, þar sem það hefði sparað nokkra vinnu og heimildaröflun fyrir brot. Á kaffistofunni stöðugur straumur gesta frá morgni til kvölds sem ræða sín á milli menn og málefni, óritskoðað og tæpitungulaust. Vegna vinsælda kaffistofan löngu orðin allt of lítil
og þegar kvartanir hafa þegar borist frá gestum vegna þrengsla. Aníta og Jón Steinar sjá fram á að snúa innréttingum í fjósinu við og færa kaffistofuna þangað sem legurými kúnna til að bregðast við þessu ástandi. Kýrnar verða þá bara að bíða á kaffistofunni á meðan að mestu álastokkarnir eru í gestakók. Skammt frá gröf, en ekki þó alveg á grafarbakkanum, reisir Bakkabaldur nýbýlið stóra aðalborg, sem ber nafn með rendu. Rífandi gangur hefur verið í framkvæmdum Baldurs frá síðasta þorrablóti. Minni áhersla lögð á útveggi, en þeim mun meiri áhersla lögð á útidyr. Baldur hefur fjárfest í útikamri sem það bil hálfur sinnum hálfur metri í flatarmál. Hann ætlar sér að merkja útikamarinn þannig að enginn steli honum og eins og hofskjartan hennar Heru keyri kamarinn ekki niður eins og hann gerði við frægan klósettskúr í Mosa og Dalvík. Á Hrísum reis nýtt íbúðarhús einn daginn, alveg upp úr þurru. Íris og Pétur fluttu inn og fóru í gamla húsið, en Anna Baddi og Skarphéðinn í það nýja. Enda æsti að komast enn nær Hrísatjörninni, helst ofan í hana, sérstaklega Skarphéðinn. Einar hennar Gein í Stekkjarholti reisti hesthús eða hugsanlega reiðhöll nánast í skjóli nætur. Höllin nokkru stærri en íbúðarhúsið og ætlað að rúma 2 til 22 hesta. Reiðhöll eða ekki reiðhöll, í það minnsta pláss til rýðingatakmark. Bogga og Friðrik á Grund hafa eftir áratuga vangaveltur og þankagang komist að þeirri niðurstöðu að grasið hljóti að vera grænna hinum megin við Grundarlækinn. Eftir að hafa stikað fram og aftur fjallendið ofan jarðbrúar ákváðu þau að stinga niður skóflu og búa til lítinn og krúttlegan húsgrunn. Reyndar þurftu þau að fara með fyrirhugaða húsbyggingu í grendarkynningu og fá leyfi hjá Ellu og Dodda
sem að hoppuðu augljóslega ekki hæð sína í loftu við þessi tíðindi en samþyktu þó með semingi. Sveinn hennar Þóru, ofanflóða sérfræðingur á Sökkuð 3, hafði ýmislegt við fyrirhugaða byggingastaða athuga út frá öryggissjónarmiðum. Sveinn gerði reyndar athugasemdir við staðsetningu flestra mannabústaða í Svarfaðardal þegar hann fór að kanna málin nánar. Þegar Bogga og Friðrik töldu að öll kurl væri komin til grafar í byggingarmálinu, vaknaði grunur að gamalt kuml leyndist beint undir nýja húsgrunninn. Jafnvel frá dögum landnámsmannanna Ljótólfs goða og Þorsteins Vörðuðar. Framliðnir eru þverir en Bogga og Friðrik enn þverari. Þau storkuðu örlögunum og héldu kokhraust áfram framkvæmdum en fengu formlega viðvörun að handan þegar snarpur jarðskjálfti reið yfir staðbundið í Svarfaðardal þegar framkvæmdir voru nýhafnar. Samkvæmt útreikningum Veðurstofu Íslands átti hinn snarpi skjálfti upptök sín undir hægri rask Kynja og Friðrik þar sem hann sat í grunninum og flokkaði steypujárn. Mun þetta vera fyrsta þekkta dæmið reimleika í húsi, löngu áður en húsið reisað. Þá komust hinni framliðnu í jólaseríuna á grunn og eyðilögðu hann, þannig að myrkur og drungi einkenndu aðventuna hjá þeim Boggu og Friðrik. Svo er spurning hvort þau láti þetta sér að kenningu verða. Begga og Kalli tóku enga sénsa með reimleika og draugagang, seldu Brekku og fluttu til Dalvíkur. Lengi vel héldu sveitungar að enginn hefði keypt Brekku, þar sem öll ljós voru slökkt og ekki sást til mannaferða dögum og vikum saman. En ekki vita fyrir víst hvort einhver búi í Brekku eða ekki. Það var ekki bara byggt upp á liðnu ári, það var líka rifið niður. Ingimar og Miriam brutu niður útidyratröppur íbúðarhússins á Skeiði af miklu offorsi og í algjöru hugsunarleysi. Til stóð að byggja tröppunar aftur upp en enginn veit hvernig, allra síst Ingimar og Miriam. Niðurrifinu var þó hvergi nærri lokið. Í lok fiskidagsins mikla voru skeiðshjúin að tína rusl við menningarhúsið Berg í fjáröflunarskyni fyrir fótboltakrakka. Blöskraði þeim hve mikið rusl var að finna á lóð hússins og þá aðallega bleikt, glimmerskraut, fánadruslur og annað sort. Þó það væri tímafrekt létu þau sig hafa það að hreinsa allt upp
þó að það kostaði 100 svitadropa og 20 ruslapóka. Ánægð með dagsverkið fóru þau með rusli til hinna fótboltaforeldranna sem farið var að undra hversu langan tíma þetta tæki. Jafnvel á mælikvarða Miriam og Ingimars. Síðar kom í ljós að þau höfðu tekið niður mannlífsverkefni Dalvíkurbyggðar sumarið 2023 eins og það lagði sig. Það heiti vinnuflokkur og 3 arkitektanemar höfðu verið í margar vikur að setja upp. Þetta skemmdarverk og óttinn við fleiri slík var til þess að ákveðið var að blása fiskidæmi mikla af fyrir fullt og allt. Ingimar hennar Miriam vildi bæta fyrir þessi mistök og gera góðverk. Á heimleið eftir fiskidagstónleikana rakst hann á kvíguhóp á þjóðveginu við Urði. Af einskærri góðmennsku rak hann kvígurnar heim í hól og lokaði hlíðinu á eftir þeim. Kalli hennar Erlu á hóli hugsaði eitthvað allt annað en góðmennsku þegar hann kom heim eftir tónleikana, heimreiðin lokuð og urðakvígurnar skítandi á hólstíð. Gunnar hennar Auður í Gaumustaðakoti kunni heldur ekki að meta heimsókn urðakvígana. Nokkru síðar þar sem þær vildu á sér heimildir þóttust vera Gaumustaðakvígurnar og völsuðum allan Gaumustaðahrepp með halann upp í lofti, nagandi garðhúsgögn, sleikjandi hurðahúnar, drullandi á bílaflöð. Kvígurnar og Urðum höfðu sig loks heim eftir nokkra fortölur. Þær stefna á að fara í fleiri starfskynningar og fleiri bæi við fyrsta tækifæri. Þeir sem leið áttu fram hjá Urðum tóku eftir stórri og mikilli rólu sem reis á lóðinni sunnan við íbúðarhúsið. Færri vita að róla var keypt á 2 fyrri tilboð af AliExpress. Í kjallaranum kom Jens hennar Sigurlaugar fyrir kynlífsrólu og eru afleiðingar þeirra kaupan og öllum sýnilífi. Gáfnafar og greinda vísitala gera ekki endilega úr hæfi fólks til að gegna hinum og þessum störfum. Þetta sannaðist á liðnu ári þegar Jón Bjarki hennar Bjarkar á Tjörn hóf að kenna við Dalvíkur. Afsækjum hvað ég segi. Ég var nefnilega að koma úr öðru tímabelti. Nú, ég var að koma úr Tjörn, í Dýratjörn. Tjarntíminn. Þess vegna er tíminn að segja. Nóg það, í dag er dagur íslenskrar tungu. Þá er venja að lesa helstu rit samtímans og fortíðar, stór rit og við byrjum. Okkur er ekkert að vann að ráðast að verða það sem hann er hæstur. Norðurslóð, Svartdal, Eyrardal, 22. júlí 2000. Miðvikudagur er 17. janúar 1970. Hér er eitthvað 61. Og hérna er eitthvað 58. Til með eitthvað fleiri. Það er endur og nýtakakar og ég ætla síðan að skrá ykkur í áskrift. Æði áskrift. Það er ekki hægt að segja í blaðið.
Ha? Jóna. Nei, ég veit ekki hvað áskrift. Það fá allir áskrift. Það einu áskrift. Já, bara önnur áskrift. Það kom það í það. Það langt, ok. Já. Nei, ég bara góð. Ég myndir. Já, það myndir. Það var allir áskrift í beinni. Jón kennir krökkum ekki aðeins lestur og stundvísi, heldur einnig garðrækt með áherslu á kartöflur. Kartöfluræktun á Tjörn var endurvakin eftir nokkur langt hlé með prýðilegum árangri þegar sett var á laggirnar kartöflufélagi Spíra. Stríð suðvestanátt fram eftir vori gerði það að verkum að setja þurfti sömu kartöfluna niður nokkrum sinnum en aldrei góð kartafla og oft settur niður. Þá hófst einnig nýtt ræktunarskeið á Tjörn þegar Jón fékk kalkúnana Ólaf og Dorrit í þrítugsafmælisgjöf. Ólafur og Dorrit heilluðu samstundis allt heimilisfólki og eru þau nú órjúfanlegur hluti fjölskyldunar. Það sést best þegar Ólafur og Dorrit fengu ásamt stór fjölskyldunni að syngja bakraddir í nokkrum lögum á nýju plötunni hennar Kristjönu og hlutu lof fyrir. Það var víða uppgangur í ræktun en á Tjörn. Á Hánustöðum reistu þau Hildigunnur og Alli sér nýtt gróðurhús á lóðinni hjá sér með það æsta markmið að gerast grænmetssætur. Þegar Hildigunnur tók þessa sameiginlega ákvörðun fyrir sig og Alla, sótti Alli að fá að vera eins lengi út á sjó og það. Hefur hann varla sést síðan. Hápunktur ársins á Hæringsstöðum var þegar Malli renndi í hlaðið og kveikti útiljósið. Hringinn í kringum bílaverkstæðið á Bakka hrúguðust upp allra handa tól og tæki sem enginn vissi hvað ætti að gera við, hvenær ætti að gera við, hvernig ætti að gera við eða hvort yfir höfuð ætti að gera við. Þórhella Kristínar vissi orðið ekkert hvað hann ætti að gera við sig, en við því var ekkert að gera. Eitt þeirra tækja sem dagaði uppi við Bakkaverkstæðið var dráttarvélin í Koti. Voru þá góð ráð dýr varðandi rúllukeyrslu í Koti og fóðurgjöf fyrir blessaðar kindurnar. Guðrún og Atli horfðu saman á gamlan stikluþátt meðan beðið var eftir viðgerðinni og þá rann uppi fyrir þeim að aðferðir Gísla á Uppsölum við heyflutninga og fóðurgjöf mætti staðfæra, en í stað handafls væri hægt að draga rúllurnar með heimilisbílum. Ef gera ætti nýja þáttaröð af stiklum, yrðu Guðrún og Atli eflaust ofarlega á blaði yfir viðmælendur, enda eru furðufuglar inn til dala, gjarnan taldir ákjósanlegt sjónvarpsefni. Dekkjavertíðin á Bakka var bara brandari samanborið við dekkjavertíðin á Göngustöðum. Þegar loks hafði tekist að fergja votherstæðuna við Göngustaðafjósi sem í haust kallaðist Dekkjahöllin, var búið að hreinsa upp dekkjalagerinn á öllum bæjum í dalnum.
Kýrnar á göngustöðum gleðjast, en hins vegar hafa fjölmörg ökutæki sveitungastaði og ökutæk á felgjunni síðan. Sumir spyrja hvar Valdi, aðrir spyrja hvar Silji. Í Hofsárkoti gekk allt sinn vanagang. Sigvaldi sinnti verktöku, en það sem var frábrugðið þetta árið var það að hann hafði enga dráttarvél til umráða. Einhverjir töldu að snjómokstur gæti orðið erfiður fyrir dráttarvélalausan verktaka. Sjálfsagt hafa sumir fengið sumarkaup í grein, en þessi verður engin þótt. Nú eitt í ári og ekki veit sjó. Lokið meiri sjó. Eins og allir vita hafa atvinnulausir menn, veit hann áður bæjarins og það sem ekki hafa nóg, og bæjarins segir að borgarlegum nóg. Lokið meiri sjó. Það segir hann að bæri alltaf þjó og alltaf sé allir meira nóg. Stríðum alltaf sem allir nóg. Lokið meiri sjó. Lokið meiri sjó. Eilífðarleysi allra fyrsta raun. Bæjarstjórinn stýrir þessu stéttarvöxti vel, en moka sig í hel. Lokið meiri sjó. Lokið meiri sjó. Sölvi, hennar Rósu á Hreiðarstöðum, glímir ekki við þetta vandamál, enda á hann bæði dráttarvél og snjóblásara. Snjóblásarinn keypti hann þegar hann var orðinn hundleiður á að moka snjó í ruðninga með skóflu. Síðan snjóblásarinn kom í hlað á Hreiðarstöðum hefur varla komið snjókorn úr lofti. Í ljósi svellamyndunar og mannskaða hálku undanfarið óskandi að næsta fjárfesting verði samdreifar. Guðrún á Búrfelli fagnaði 50 afmæli sínu á Rímum svo eftir var tekið. Enda á hún athyglisýkina sameiginlega með bónda sína. Vel var veitt af víni og alls kyns kræsingi. Einhverjir drukku mikið og töldu sig vera farna að sjá tvöfalt, þegar teigabandið var allt í einu farið að líta út eins og sinfóníuhljómsveit sem varla komst lengur fyrir á sviði. Í afmælinu var hamrað á því statt og stöðugt, meira að segja með fulltingi gervigreindar, að Guðrún væri gallalaus. Þessu var haldið fram þegar aðilar máls voru komnir vel við skál og ekki lengur vissir hvort Guðrún væri gallalaus eða gallalaus, en vonuðust eftir hvoru tveggja. Sá svartælski stórviðburður sem komst næstur afmæli Guðrúnar á síðasta blótsári var þegar haldið var upp á 100 ára afmæli tunguréttar með nokkurri viðhöfn.
Margt var þar manninn, en hefðu gestir ekki vita betur, gætu einhverjir hafa haldið að þeir væru mættir í jarðarför síðasta gánamannsins. Séra Oddur Bjarni las yfir söfnuðinn í rigningu og vosbúð. Þórarinn frá Tjörn flutti heillanga líkræðu og kór gánamanna stökk ekki bros þegar hann söng trega fulla ættjarðarljóð. Loks var svo legsteinn gánamannsins afhjúpaður og boðið upp á erfidrykkju í fangelsi. Jón Hær, hennar Lillu, fjárbóndi á Hnjúki, átti veg og vanda að því að láta reisa minnisvarða gánamannin. Jón hefur leikið lykil hlutverk varðandi miðlun upplýsinga til stjórnsýslunar, vegagerðarinnar, snjómokstursverktaka, sorphirðunanna, sanddreifingaraðila, póstins og ýmissa annarra sem þjónusta sveitunga. Fyrir það á hann þakkir skyldur. Upplýsingagjöf og upplýsingaöflun Jóns á sér stað gegnum sérútbúna beinlínu sína sem hefur oftar en ekki komið sér vel þegar engan tíma má missa að komast yfir verðmætar upplýsingar eða þá til að koma réttum upplýsingum til réttra aðila á réttum tíma. Göturnar eru mannlausar. í þessu. Það er nú bestu gá, kannski það er ekki móka í dag. Já, Óskar, stefnir döfni. Já, hörðu, ég var nú bara að það er ekki móka í dag. Nei, það er nú ekkert nógfært sko. Ég var hipsunum leiti fyrir háti og átti sem aftur á. En það er voða fínt ef það er skagað af höfðbólið. Já, við skoðum það. Skjúfus, það er ekki til að tekka rusli hjá manni. Já, Terra, það er ekki búið að taka rusli sér. Ég veit bara ekki hvenær. Já, þið áttu nú að koma á mánudaginn, það er föstudagur núna. Já, veikir. Já, þið voru líka veikir í gær, líka. Ég er ekki þarna í mánudaginn. Það er sennilega best að leita eftir styrkjum núna. Já, það er bara. Já, það er ég var að spája að byggja yfir steinin hérna. Já, það er nú algjörðu ófærið að vera. Loka snurra á þessu, það er best að byggja yfir þetta. Loka þessu bara alveg. Já, hörru, við skoðum það. Það er sannlega best að ná þjónstinn að vita þessu.
Djúvill hringir annar maður. Halló? Já, Jón, heyrðu mér? Já, Jón, heyrir. Heyrðu svona. Já, ég hér. Halló? Andskoti, ég hringdi sjálfan mig. Það hefur ekki tíðkast í Svarfaðardal að sveitungar beri á torg sínar pólitískur skoðanir. Þó eru vissulega undantekningar á þessu. Ýmsar rak í rogastans á sauðburðinum þegar kindurnar á Hrafsstöðum létu ein og ein sjá sig á heimatúninu, málaðar bláar frá Hverfli til Klaufa. Fleiri tengdu þennan gjörning við klaufaskap en pólitískan áróður, en það breyttist þegar Berglind og Maggi hófu að keyra út Morgunblaðinu í póstkassa sveitarinnar svipað leit. Engin leið að segja til hvert bláa höndin teygir sig næst. Frægasti svínklúbbur Svarfaðardals og nágrennis starfræktur af þeim Berglindi og Magga og Beggu og Kalla. Svínklúbburinn virðist vera að færa út kvíarnar því Beggurnar skildu Magga og Kalla eftir heima og sér til skemmtunar réðu þær rabba sem fylgdarsvein til að fara með sér á þorrablótið hjá Sögu Árna á Borgarfirði eystra. Þær hugsuðu með sér, af hverju að sætta sig við sama gamla sullið þegar þú getur fengið hrútinn hrein. Þær Solla og Veronika héldu einn morgun að jólasveinninn væri mættur í næsta hús í Brynjarsbrautinni þar sem að þær sáu lappir danglandi út glugga á húsi Beggu og Kalla. Kalli var þó ofurölvi í skógarböðunum, börnin voru farin í skólan en Begga hafði læst sig úti og sat nú föst og rauð hrútinn í einu gluggan. Mannbjörg varð, þökk sé Sollu og Veroníku. Frekar en að brjóta upp útidyrahurðinni var Heiða Kristín litla sótt í skólan og hún látin fara inn gluggan til að hægt væri að opna. Þegar Kalli frétti af þessu ákvað hann og honum lægi ekkert á heim. Soffía lætur sér fátt finnast og heldur áfram að búa til Kindagötu fram í Holt með því að ganga 4 ferðir á dag fram og tilbaka. Jón hennar Dóru í Garðsholti hefur fyrir löngu gengið úr sér en Ingvar hennar Þórurósu steinhætti að ganga og hefur þjáðst af gangtruflunum síðan göngufélagi hans til margra ára. Krissi hennar Marinnar seldi Betlehem og flutti til Akureyrar. Unnur í Gullbrekku átti erfitt með að sofna á björtum sumarkvöldum fyrir hrotunum í Klemesi, horfði hún út gluggann og taldi hversu margar kindur væru staddar á túninu ofan í rima í það og það skiptist. Stundum voru kindurnar 7, stundum voru þær bara 2. Heilt yfir má segja að gönguferðir og búfjártalningar séu helstu áhugamál í Laugahlíðartorfunni eða Villta Vestrinu eins og hið nýja þéttbýli er kallað, enda eru þar hvorki girðingar né nokkurs konar hömlur.
sé að marka sveitamálasíðu Dalvíkurbyggðar ráða torfuna, alls konar kvikindi, hvort heldur eru hænur, hundar, kettir, kindur eða annar kvikfénaður í leita eigendur sínum. Einn daginn taldi Jólanta í Tjarnagarðshorni sig hafa séð eitthvað grátt og loðið í hallinum neðan við Laugahlíð, en við nánari athugun reyndist það vera Sigurjón hennar Krillu að sinna varðvinnu. Þau Elvi og Eyþór Ingi í Laugagerði hafa mikinn og óeðlilegan áhuga á fuglum, en sá áhugi ekki endurboðinn. Eitt haustkvöldið auglýsti Elvi eftir hænum sínum á Facebook. 2 hænur hefðu skilað sér heim, en 4 hænur hefðu gufað upp. Setti marga hljóða við þessi tíðindi, en vissulega eru betri 2 hænur á priki en 4 í skógi. Hvort það tilviljun eða ekki, kom heill bílfarmur á hænum í Klaufbrekkur þetta sama kvöld. Hænurnar áttu að vera 4200, en endurtalning leiddi í ljós að hænurnar voru 4204. Þar af voru 4 fastar undir rúðuþurrkurinn að hana. Í nýja hænsnahúsinu á Klaufabrekkum eru tölvutæknin og sjálfvirknin í aðalhlutverki, hvort sem það varðar lýsingu, fóðurgjöf, brynningu, eggjatínslu. Jóna, Heiða, Fía og Guðið sjá fyrir sér enn frekari sjálfvirknivæðingu sem felst í því að kenna hænunum að verpa beint í eggjabakkana til að spara tíma við pökkun og frágangu. Bí, og fyrir bí, fugli flýgur upp í ský, himur vitnar fyrir í snjónum dýpir hátt, og hann flögrar hátt og langt, það víða ég ekkert bókið í að færa, og þú týndar hægir þær, og hann sverðir lítið stjær. Á hann lofa byggi með, flögrar svangur með hver, hvíli hóttan Sameignarhross alla hennar Hildigunnar og Árna Sigga hennar Hönnu flúði eigendur sína á harðarhlaupum einn sumardaginn og staðnæmdist við kirkjugarðinn á Urðu. Þar hafði hrossið í hyggju að sviðsetja eigin jarðarför sem kannski ekkert skrítið í ljósi eignarhaldsins. Það ekkert undarlegt við að sjá kross í kirkjugarðinu, undarlegra að sjá hross í kirkjugarðinu. Á jarðbrú býr mikið rólundi skólum. Það helst í tengslum við gangmál, meðgöngu og burðkinda sem Doddi hennar Ellu tekur að ókyrrast. Enda liggur mikið við að halda undirstöðuatvinnu vegi jarðbrúarhúsins sauðfjárbúskapnum í góðu horfi. Þegar fósturvísatalning stóð fyrir dyrum voru gerðar miklar ráðstafanir. Boðaði Doddi hóp fólks í fjárhúsin til aðstoðar, nánar tiltekið 1 mann á hvert kindahorn, þannig að talningi gæti nú gengið hratt og vel fyrir sig. Einhver misskilningur virðist hafa hins vegar
hafa átt sér stað varðandi tímasetningar þar sem fósturvísa teljararnir mættu í fjárhúsin klukkan 3 en aðstoðarfólkið mætti klukkan 7. Hjá ferðaþjónustunni á Húsabakka gekk allt sinn vanagang. Stórval EHF sá til þess að allar byggingar voru kyrfilega lokaðar þannig að ferðamenn og gestir færu nú örugglega ekki að villast þangað inn og heimta gistingu gegn greiðslu eða eitthvað annað yfirmáta heimskulag. Á Rimum var annað yfirbragð og mun líflegra en oft áður. Ein helsta skemmtun hvers árs að undanskildu þorrablótinu aðalfundur veiðifélags Varðadalsár. Nú verður flutt látbragðsleikrit síðasti veiðifélagsfundurinn en það byggir á Grímsævintýri. Síðasti veiðifélagsfundurinn. Persónur og leikendur, stjórn veiðifélagsins, Brynhildur, Gunnar, Soffi, fundargestir, Freyr Antons, Jón Hær, Yngvi Hlíð, Hildigunnur Kvenfélagskona, og Arngrímur á Melum. Við erum stödd á Rimum á dimmu nóvemberkvöldi. Boðaður hefur verið aðalfundur veiðifélags Varðadalsár en því miður barst fundarboðið 2 mínútum of seint í Mela án umboðs. Það mátti öllum vera ljóst að þetta myndi setja fundinn og fundarmenn í uppnám enda flestir þeirra skapmenn og miklir áhugamenn sköp, það er að segja fundarsköp. Fór það fremstur í flokki maður að nafni Arngrímur á Melum, umboðsmaður svartdalska bleikjustofnsins. Segir nú frá fundinu. Þrútið var loft og þungur sjór, þungbrindur á fundin fór Grímur lögspekingur, á umboðsleysi og yfirklór skipar benda þessum kór í regluverki slingur. Ársreikninga átt að sjá, veiðitölur skoð á skjá, skeggræða afla, smurbrauðstertur skyldi fá, fólkið sem að fundi á alveg heilan stafla. Kvenfélag fram kaffibar, kökur voru tilbúnar, en súrar urðu sneiðar. Arngrímur til máls tók þar, tætti í sér reglurnar, en myndist hvergi á veiðar. Sér hver gestur gáttaður Grímur fúll og geðvondur á Rimum engin ást var. Burt að fundi formaður flúði, sár og skúffaður undir iljarsástar. Úr Arngríms skálum reiðin rann réttlæti framfylgdi hann og umboð vildi skoða. Þegar engin umboð fann, innra bál í æðum brann, stefndi allt í voða.
Upp í loft fór fundurinn, fuðruðu upp málefnin, lenti allt í straffi. Þvinguð þótti stemningin, þaut í burtu líðurinn og enginn fékk sér kaffi. Í lok fundar vissi enginn hvort fundinum hefði lokið eða ekki. Enginn vissi hver væri í stjórn og hver ekki og enginn vissi hver hefði umboð til að úrskurða það og hver ekki. Sem málamiðlun tók Gunnsteinn hennar Dagbjartar og Sjökku hringjarði í Vallakirkju og sóknarnefndarformaður það að sér að stýra félaginu úr öldurótinu og koma því á lygnan sjó, líkt og Nói sýndi á örkinni forðum með Guðs blessun. Sveinn hennar Steinunnar og Melum keyrði á milli landeigenda í dalnum með bænaskjal sem hver og einn skrifaði undir með þá trú að málefni veiðifélagsins myndu blessast undir styrkri stjórn hins útvalda Guðsmanns á Sökku. Á bænaskjalinu stóð meðal annars: Lýs Gunnsteinn minn, upp veiðifélagsstrand, mig glepur sín. Nú það svart og ekki sést í land og hjálpinn mín. Dragum mig á þig, svo veit ég fá á ný. Ég lofa samt að sleppa aftur því. Ég spurði fyrr hvað hjálpa fundahögg og umboðsstrass. Mig skipti engu hver fór þar með völd, það allt var brast. Ég elti fiska, hann þó sjaldan frí, spárableikan sættist kring við. Eftir að hafa ekki komist að á hátíðarfundi sveitarstjórnar jólaleitið kom Gunnar hennar Rauðar í Gaungustaðakoti heim örþreyttur. Kýrnar í Gaungustaðafjósinu voru orðnar leiðar á fjarveru húsbónda síns og tóku því málin í eigin hendur eða klaufir.
brutu þessi leiðin í aðstöðurýmin í fjósinu og ein þeirra meira að segja alla leiðin í tölvuherbergið. Enda taldi hún að gera þyrfti breytingar á tjaldfóðugjöfinni. Sem betur fer vissi þessi tiltekna kýr ekki lykilorðið inn í stjórntölvuna, þannig að þegar Gunnar hennar Auðar kom aðvífandi var engin skaði skeður annar en sá að kýrin satt föst í tölvuherberginu og komst hvergi. Eftir fjölda vonlausra tilrauna við að koma kúnni út sömu leið og hún kom inn, var Gunnar hennar Auðar farinn að froðufella að reiði. Sótti hann þá stóru sauginn hans föður síns og sagaði gat á vegginn í bræðiskasti. Þrátt fyrir að framkvæma þessa nákvæmu sögun án alls andlegs jafnvægis tókst honum betur til en þegar Hjörtur frá Bakka sagaði afurðahæstu kúna á steindirinn í tvenn árum við svipaðar aðstæður. Göngur og réttir gengu heilt yfir illa. Ef það voru ekki ljónstikar kindur, þokusuddi og skyggnisleysi eða bilaðar talstöðvar, voru það gangamennirnir sjálfir sem voru alveg út til að skýta. Sumir í bókstaflegri merkingu. Sláum í gandinn svo að skemmti sér landinn. Ríðum og rökum yfir sandinn, ríðum sem fjandinn. Sláum í gandinn eftir stórkostri reið. Glóðurinn í öskunni og flatbrauðsneið í töskunni. Löggerinn í flöskunni, við komum Sveinstaðafrétt girtu sig þó í brók og lögðu sig í bráða hættu við að smala hjúkskindunum við glórulausar aðstæður. Eftir að hafa bölvað hjúkskelu og eigendur þess í sand og ösku tókst loks að koma kindunum rétta leið. Þá sáu ganamenn sér til mikillar gremju að kindurnar voru alls ekki úr hjúki heldur úr grund. Hið ótrúlega gerðist að afheimt varð á hjúki. Einhverjir telja þetta merkan atburð í sögu svartælskrar smalamennsku en aðrir eru meira efins
og telja húsráðendur á Hnjúki hafi gert eins og tíðkaðist hér á landi í hinu svokallaða bankahruni, annarkvort afskrifað glatað fé eða fært fé yfir á aðra kennitölu til að allt liti betur út á pappírnum. Í göngum í teignum voru gamla menn við sama heygarðshornið og áður, fóru til fjalla, sáu ekki raskat fyrir þoku, komu sér kaldir og hraktir aftur til byggða ásamt nokkrum kindum, drukku blávatn, drukku í sig stemminguna, keyrðu í rykkju niður alla sveit, enduðu á Skaldalæk, rugluðust þar á Skóthaugi, hvers annars, allt eins og venjulega. Í þetta skiptið var stóri ruglingurinn með nokkrum ólíkindum, þar sem víkingi Dan hennar Þuríðar tókst að fara heim í skóm Jökuls Þorra númer 47, en sjálfur gengur víkingur í skóm númer 42. Jökli var brugðið þegar nýju skórnir hans númer 47 voru horfnir, en gömlu slitnu skórnir hans víkings númer 42 biðu hans í forstofunni á Skaldalæk. Það enn óupplýst hvernig Jökli tókst að tróða sér í skó víkings, en það tókst. Maður sem gengur alls ekki í skóm númer 47 Þór hennar Stellu á Uppsölum. Stundum gengur hann reyndar alls ekki neinum skóm, en það kemur ekki til að góða. Bara eins og góða vinnuskóla. 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 Bara
Þetta er alltaf þortum. Nó, Kannski ykkur að minna? jú, ég á minna hérna. Þetta kannski myndi enda í hlutur. Já, þetta er að fara saman. Þetta eru 700 krónur. Ég þakka ekki að það. Takk fyrir leiðis. Ása og Trausti á Hofsá fundu ekki fé á fjalli eins og flestir gánamenn, heldur fundu þau séra Magnús prest í Berjánum. Var séra Magnús þar í fullum skrúða að pota upp í sig krækiberjum og fara með fjallaræðuna í hálfum hljóðum. Ása og Trausti sáu sér leik á borði, drösluðu klerknum með sér upp á Hofsárgilinu og létu hann pússa sig saman. Skál fyrir því! Spretta fór snemma af stað á Svartdalskum túnum síðasta vor og strax í byrjun júní tóku bændur að brýna ljái sína minnugir þess þegar rigningasumari 2022 skall á og torveldaði heyskap. Víðast hvar kapp best með forsjá en það gildir reyndar ekki á grunn. Varla mátti sjá strá blakta í golu á Grundartúni án þess að taugastrekktir grundarmenn mættu og brytjuðu það niður. Í slætti númer 5 eða 6 voru grösin á Grundartúnum það smágerð að rúlluvélin greip þau. Mætti þá borga með hrífuna til að ná verðmætum tökum, en í verstu tilfellum mætti hún með ryksugun. Fjárhagsvandi bænda hefur tekið á sig ýmsar birtingamyndir, sumir kvarta sáran í fjölmiðlum, aðrir blóta heima við eldhúsborðið en stöku bóndi gerir gott úr stöðunni með hugvitssemi og hagsýni. Einn þeirra bænda Kalli hennar Erlu á Hóli en honum ráðdeildin í blóðum borið. Þegar heyjað var grænfóður á Mástöðum sparaði hann sér ferðina heim í hádegismat og þess í stað út í miðjan Mástaðaakurinn og fór á veit. Já, kosturinn við að slá þetta vesturnar og maður þarf ekki að fara heim í mat. Hvað er það? Það er svo gott. Ekki voru þó allir sammála því að bændur áttu við meiri vanda að etja en venjulega. Jón Viðar ráðunautur og sérlegur erindreki Hrafnsstaðalúsins sökti sér ofan í bókhald Berglindar og Magga og komst að því að ástandi á Hrafnsstöðum væri bara helvíti gott. Jóni Viðari fannst hann þurfa að koma þessu sem víðast á framfæri. Fékk hann Magga hennar Berglindar til að skutla sér í strætó
þannig að hann kæmist á sem flesta baráttufundi ungra bænda vítt og breitt landið. Þar gerði Jón Viðar sitt besta til að telja kjark í unga bændur og benti á traustan rekstur Hrafstaðarhússins máli sínu til stuðnings, þar sem aðeins væru unnin 220% vinna utan hús til að standa undir reksturinn. Silvíu og Ingvörum gerðu endalega út fjárstopp sinn síðla haust. Annars var fátt fína drætti á Ingvörum og grár hversdagsleikina allt litjandi. Jú, vissulega fóru þau hónakornin út að borða einu sinni eða tvisvar, svona til að gera sér dagum. Þau fóru að heiman á föstudegi og komu aftur heim degi síðar, en höfðu í millitíðinni farið út að borða. Þau ætluðu sér á norður, en þar var lokað vegna einkasamkvæmis og því neyddust þau til að fara út að borða í London í staðinn. Hjálmar hennar Binnu í Dæli var nokkuð eftirminnilega blá edrú á síðasta þorrablóti, nokkuð úr karakter að flestra mati og eitthvað sem sveitungar hans eiga ekki að venjast. Þar sem Binna var komin að burði eina ferðina enn, gaf Hjálmar ekki annað en sýnt á sér ábyrga hegðun þar sem hann átti nokkur hlut að máli. Hjálmar hafði engan áhuga á því að eiga þetta á hættu á þorrablótinu í kvöld og því pantaði hann sér tíma í klippingu nokkuð löngu fyrir blóð. Við skulum sjá hvernig það gekk. Skal hverjum leik þá hæst hann ber. Einhver staða þarf að láta staðan numið og allt eins gott að gera það hér og nú. Þeir sem hneykstuðust yfir annálum og efnistökum hans
verða vonandi búnir að jafna sig fyrir næsta þorrablót. Annáttin kemur alltaf aftur og þar af leiðandi gefast næg tækifæri fyrir þá sem ekki náðu sér á strik í þessu mannál að gera betur á. Vonandi verða allir bleikir í kvöld og skemmta sér vel og fallega. Takk fyrir áheyrnina og góða stundir. Skál!